Jæja, elskurnar, velkomin í Gamesýruna, hérna eitt stuttan þátt, það er 50. 21. Maí. Eitt hérna ætla ég að kofera og það er bara örstutt. Steven Spielberg sem er okkur öllum kunnugur, hann er að fara að koma út með nýja kvikmynd, enn eitt meistaraverkið, Disclosure Day, sem verður frumsýnt hérna á Íslandi 10. júní. Hann er búinn að vera í viðtölu núna í tengslu við kynningu á þessari mynd og hann sagði, spáið því, allt frá árinu 1977 til dagsins í dag erum við að sjá að er satt, er byggt á, sem sagt, traustum og sönnum grunni og þegar hann segir 1977, hann er semst að vísa í kvikmyndina Close Encounters of the Third Kind og þess má geta, ég horfði á þessa kvikmynd daginn, sko, hann þarna Hynek sem var sem sagt yfirmaður í Project Blue Book í held ég 20 ár, hann leikur aukahlutverk í þeirri mynd, sem sagt, sem er afar einkennilegt, það er þarna karakter sem á að vera sjálfur franskur Jacques Vallée, helsti rannsóknarmaður á sviði UFO fyrr og síðar. Eitt annað smáatriði tók ég eftir sem sagt í Close Encounters of the Third Kind það er að í lokmyndarinnar þegar þeir eru að hlaða þarna í the encounter itself þarna í lokin upp á fjallinu þá koma þarna einhverjar hertrukkar og bílar og þeir eru að hlaða þarna einhverjum viðarkössum út allt og ef þið gáið gaumgjafilega á stimplunum á trékössunum sem verið að hlaða þarna upp, hvað haldið þið að standi á þeim? Lockheed Martin. Þannig að það er greinilegt að maðurinn, meira þess að þá, 1977, þetta grínast í mér, þú veist, eitthvað sem segja að Steven Spielberg hafi ekki verið með, að sé ekki með einhverja innsýn inn í það sem raunverulega er að gerast. Djók! Hann allavega heldur í fram að þetta sé alltaf komið í ljós sem sagt, og þetta sé í samræmi við upplýsingar sem við munum fá að sjá í Disclosure Day. Áhugavert, merkilegi tímar maður. Og svo er hann náttúrulega líka tímasetningin. Spáðu í þessari tímasetningu og sama tíma við erum að upplifa hérna eitthvað dropp á stríðsmálaráðuneytið, sama tíma við erum nýbúin að upplifa The Age of Disclosure, þú veist, sama tíma erum við að fara að fá Disclosure Day. Hvað haldið þið eiginlega þetta þýði? Ég býð spenntur eftir að sjá þessa mynd, en ég hef sagt það áður og ég segi það aftur. Ég er mjög skeptískur hvað varðar þessa svokölluðu uppljóstrun. Ég held, og ekki það ég vilja vera neikvæður, ég held að sé verið, og ég hef sagt þetta áður, það er verið að breyta narratífinni, fara með flokkin í einhverja ákveðna átt, búa til ákveðna afurð sem er svo tilbúin til mótunar í hvaða tilgangi veit ég ekki. Það verður aðeins tíminn að fá að gefa upp þegar að því kemur. En það er áhugavert í þessu samhengi. Þegar að menn eins og Jeremy Corbell og auðvitað fleiri, 2027 hefur oft verið nefnt í þessu samhengi. Á tímum COVID þá var mikið talað World Economic Forum og The Great Reset hérna 2030. Þú munt ekkert eiga en samt vera hamingjusamur. Við erum á leiðin inn í einhverja endurræsingu og 2027 hefur verið nefnt oft í samhengi með UFOs. Og Jeremy Corbell, hann las í einhverju viðtali fyrir það er svolítið síðan, það er ekki langt síðan ég sá þetta. Hann las í einhverju viðtali SMS sem hann fékk frá einhverjum vini sínum og hlustuði nú. Plan djúpríkis 2027, fréttamannafundur, þetta er svona alveg bara don't look up fréttamannafundur. Það er gameskip á leiðinni til jarðar, mjög stórt og miðað við stefnu og hraða er áætlaður komið tími þess eitthvað X-ish. Ásetningur óljós. Búm, 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 búm. Hvað er hægt að gera við einstaklinga, samfélög, þjóðir þegar þau finna sig svo vanmáttu gagnvart þeim aðstæðum sem þau finna sig í? Hvað er hægt að gera? Hvað gerum við annað en
að í ótta og hræðslu sem svo auðvitað hægt að skapa kom best fram á tímum COVID. Hvað hægt að gera við þennan hóp? Hvað gerum við þegar við erum óttaslegin? Ég veit hvað við gerum. Við afhendum allt okkar vald, alla okkar orku, peninga til þeirra sem við teljum að mögulega geta komið okkur út úr klípinu sem við finnum okkur í. Þannig erum við að tala One World Government Army, bara government. Við erum að tala herstjórn. Þannig kemur mögulega Space Force Inn sem var stofnað á fyrra tímabili Donald Trump. Eitthvað að gera krakkar. Það verið að fokka í okkur. Það verið að taka eitthvað snúning á okkur. Þannig að people disclosure. Tengisti krakkar, keyrið ykkur niður í tíðni, eins og ég fekk svona fyrirspurn í dag. Okkur alltaf verið að tala þau sem að fara upp í tíðni. Og þannig erum við að þroskast andlega þegar það akkurat öfugt. Miðað við andlegan þroska þá erum við að fara niður í tíðni. Þannig að við förum niður í tíðni og því sköpunarkrafturinn ekkert annað en af hinnu góða. Heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Ég ennþá að díla við tæknimál hérna. Þetta verður lagað helgina. Djöfull verður þetta flott. Followið Gamesýruna á TikTok, UFO Gamesýran. Subscribeið og svo það YouTube. Það mun vera þvottahúsið. Því Gamesýran í boði þvottahúsins. Farið vel með ykkur, þykir vænt ykkur. Þar til næst. Namaste.